Jæja, ég var að klára að loka gamla vloginu. Í dag er Taylor Swift. Ég trúi ekki ennþá að við höfum fengið miða. Svona last minute. Ég sá miða og ég horfði á Styrla og ég svona, ok, kannski sjáum við ekki eins og sviðið. Og hann bara, keypti þetta bara. Förum bara og sjáum hvað gerist. Það þó að þetta verði ömurlegt sæti, þá er þetta pakkaður stadium og maður getur ennþá sungið þó maður kannski sjá ekki allt. Og ég er spennt either way. Þetta verður svo gaman. Þannig að já, ég ætla bara að klukkan er samt bara að vera 12. Ég á eftir að fara og kaupa mér linsur svo ég sjá eitthvað og hálsmenn. Af því kjóllinn er svolítið svona opinn og það ég á ekki eitt hálsmenn. Hvernig? Þannig að ég ætla að standa upp og skella mér að leita að hálsmenni. Hér er pre-Taylor meal klukkan hvað? 3? 3? Ok, ég fór í Ríki í gær og markmiðið var að finna flösku sem að myndi mig á Taylor Swift. Og ég sá þessu og ég svona, já, hún er alveg svona playful og cute. Svo fór ég nær og bara, you've got to be kidding me. It's meant to be. Ok, planið mitt er að hafa mjög bara svona basic make-up. Bara glowy og sætt og svo mögulega bleikt. Hérna, þú veist ég á enga augskugga þannig ég ætla bara að nota my blush. Og svo hárið, ég ætla bara að nota nýja sprayið og gera bara eitthvað svona blowout vibes. Þannig að, nú ætla ég bara að hlusta á Taylor og græja mig. Outfitið hans Stilla. Skål! Skål! The hair is hairing. Þetta er nýja sprayið frá JF Avenue. Við ætlum að vera ógeðslega sniðug að fara klóstið inn í mollinu sem við þurfum hvað sem er að lappa í gegnum. Við vorum ekki einu með það hugmynd, var það? Nei. Þegar upp í staðið þá voru allir með sömu hugmynd og minni röð inni á arenanum. Þetta var ekki aðalega lengur. We made it! Við erum með eitthvað sturlaðasta view ever. It's been a long time coming. It's been a long time. It's been a long time coming. Oh, it's you, the shape of your body. You belong with me. Good morgon. Maður er enn svona pínu að ná sér niður á jörðina eftir gærkvöldið. Þetta var insane. Þetta er bara eitthvað rosalegasta sjó sem ég hef séð á ævinni. Ég tók upp svo mörg vídeó. Ég veit ekkert hvort einhver mun nenni að horfa á það en ég svita samt inn. Það verður hægt að spóla á það. En í dag er sunnudagur og við erum að fara í smá bara chill dag. Stjörli er reyndar að fara í fótbolta klukkan 5 held ég. En þangað til ætlum að fara á stað sem heitir Tantó og er bara svona strandbað eða þú veist bara ekki strönd, bara basically grasflötur þar sem maður getur legið og tannað og chillað. En já, við ætlum að skella okkur núna í Tantó. Chillaði í sólinni. Við erum að fara að hjóla heim að elda og eitthvað kósí. Geðveikt veður. Við erum búin að liggja eins og skautur.
og sýna líka daga þar sem maður bara ég á að kynna mastersritgerðina mína eftir 3 daga og kynningin mín vægast sagt ekki tilbúin af því það bara eins og allur drifkraftur í mér sé búinn. Ég ekki ógeðslega sátt með hvernig fór með síðustu skil og það svona situr í mér að ég veit, ég held, að ég að fara að fá svolítið tough feedback á 5. og ég bara svona, það sem búin að gefast upp, sem má alls ekki að því þetta ekki búið. Og já, ég bara einhvern veginn svona sit endalaust og horfi á tölvuna og ger ekki neitt og ég bara með ekkert motivation. En ég hringdi mömmu og hún sagði mér að fara út að hlaupa og bara njóta þess hvað gott veður og sjá svo til þegar ég kem aftur inn hvernig mér líður. Ef ég ennþá bara in the shitter þá bara byrja ég aftur á morgun en þetta bara svona reminder að það hjálpar ekki alltaf að sita bara og stara á tölvuna og halda að allt í einu verður bara woo, okay, I can do this. Þannig að ég ætla að skella mér út að hlaupa og vona mér líði betur þegar ég kem heim. Ok, ég veit ekki hvar ég á að byrja með þennan dag sem ég var að upplifa. Ok, first of all var ég að verja mastersritgerðina mína. Ég búin að vera að æfa mig ógeðslega mikið núna síðustu daga á kynningunni og var búin að vera svo ógeðslega stressuð fyrir henni af því að ég verð alltaf fáralega stressuð fyrir að kynna. En já, ég sem sagt átti að mæta á mitt seminar, þar sem voru 3 stelpur, ég og 2 vinkonur mínar að kynna og fá feedback og ég skildi á þannig að við ættum að mæta klukkan 1 og ég þurfti að hlusta bara á þær 2 og náttúrulega þær 2 að hlusta á mig þannig að við yrðum frá 1 til korter í 4 þegar ég yrði búin. Svo fæ ég SMS hérna þegar ég bara eitthvað að græja mig í rólegheitum. Ég ætla að græja mig snemma svo ég væri ekki stressi að hlaupa út úr húsinu þegar að við kemi. Þegar ég fæ SMS frá vinkonum minni bara, ertu alveg að verða komin? Og ég bara, nei. Ég að græja mig og hún bara, þú átt að vera hérna allan daginn og ég bara kasta allir upp í loftið hérna og hleyp fram og bara já, er mætt og hleypa af stað og reyna einhvern veginn að hárið mitt var ekki tilbúið, ég var bara með það í svona argentætu snúð en ég var luckily búin að mála mig af því ég byrjaði snemma að græja mig einhverjum ástæðum. Þannig að ef hún hefði sent þetta mikið fyrr þá hefði ég hlaupið hérna út ómálið líka sem að hefði vissulega ekki verið heimsendir en not preferred. Þannig að ég spretti hérna út úr húsinu, ógeðslega stressuð náttúrulega og brjáluð í skapinu yfir að hafa misskilið schedule-ið. En kynningin gekk ógeðslega vel. Ég verð að mæla með því að æfa sig fyrir fram á speilin svona 10 til 15 sinnum áður en maður heldur kynningu. Ef þið eru mjög stressuð, sumir eru bara náttúrulega ógeðslega góðir í að kynna. En ég fann það bara núna að því ég æfði mig svona sjúklega oft að það gekk bara miklu betur. Ég þurfti engan texta. Ég horfði bara á glærurnar mínar á tölvuskjánum og bara já, þetta og bara talaði náttúrulega þannig að æfiði kynningarnar ykkar. Þó að það sé leiðilegt og kjánalegt að standa fyrir saman speilin í marga klukkutíma. Mastersvörðin mín búin. Við fórum einmitt, ég bað Stilla að koma niður og taka mynd af mér á sama stað og við tókum mynd af mér eftir fyrsta daginn minn í náminu. Ég seta inn, kannski hérna, mér finnst þetta eitthvað svo krúttlegt. Ég eitthvað svo lítil á fyrri myndinni, þó það sé bara 2 ár. En já, ég svo ánægð með þennan dag. Ég fekk líka bara rosa jákvætt feedback, auðvitað einhverjir nokkur hlutir sem að ég get lagað og við höfum núna viku til að laga ritgerðina með feedbackinu frá því í dag og skila aftur. Sem bara snillt. Að sjálfsögðu, leið og ég búin með þetta stress í kringum að kynna ritgerðina og það, að þá verð ég veik. Það föstudagur í dag. Ég fór í skólann í morgun bara til að hlusta á vinkonum mína kynna og var að taka notes fyrir hana þegar hún fékk feedbackið sitt. Svo kom ég bara heim og var orðin miklu svona slappari en morgun ég er búin að vera með þetta kvefi nokkra daga en í morgun, eða þú veist, eftir hádegi í dag þá bara boom, þú ert veik, hættu nú. En
Ég lagði mig í smá stund og fór svo, Stulli þurfti að fara upp á Slysó. Hann að fara í röntgen núna. Hann sem sagt fór svolítið mikið í fótbolta í síðustu viku og í síðasta leiknum sem hann spilaði þá fékk hann eitthvað högg á svona brjóstkassa rifbeinssvæðið. Þannig að hann búinn að vera svona hvað skipt sem hann beygir sig alla vikuna og hann bara GAAAAH! Þannig að mig grunar pínu að hann sé með brotið rifbein, elsku kallinn. Þannig að hann fór og lét tjekka á því og búinn að vera í burtu síðan klukkan 5. Klukkan að 9. En þrátt fyrir að vera veik þá ég búinn að þrífa alla íbúðina. Þannig ég bara þegar ég er veik. Ég get ekki bara legið. Ég veit að maður á að gera það en ég bara get það ekki. Já, ég að gera mitt fyrsta súrdegsbrauð hérna í rólegheitunum nú líka. Svo bakaði ég smákökur. Já, svo var ég núna að elda sítrónukjúkling sem ég ætti að fá mér. Svo slaka ég aðeins á. Ok, ég var víst búin að lofa Jerv Avenue Sample Sale Halli í sko 2 vikur og ég gleymi því alltaf. Og hér erum við á sunnudegi, klukkan 2, að vinna að klára þetta. Þannig að, ég ætla að sýna ykkur, ég keypti nokkur hluti. First of all, þetta var peysa sem ég fór inn að vonast til þess að yrði hana. Þetta bara ótrúlega basic, svona cream prjónapeysa, en hún samt svo létt og þægileg. Og detailin eru svo sæt hérna og svo svona á erminni mjög fallegt. Þessa langaði mig svo sjúklega mikið í fyrir sumarið af því hún passar við allt. En hún á að kosta, held ég, 1300 sænskar, langar mig að segja. En hún kostaði held ég 350. Sample Sale virkar sem sagt þannig að þau eru með nokkur herbyggi og eitt herbyggi er kannski bara gallað. Eitt herbyggi er kannski bara eitthvað svona smá gallar og annað herbyggi, I don't remember. En þessi, það er gat hérna sem er mjög auðvelt að laga. En þú veist, þau geta náttúrulega ekki selt hana, þannig að þetta virkar svoleiðis. Já, ég tók þessa í large. Á Sample Sale-inu í fyrra þá keypti ég þennan hérna sem þið eru búin að sjá mig í örugglega 100 sinnum. Þetta er bara svona tube top og mér langaði alltaf ógeðslega mikið í pilsið við, en ég held þessi að hætta að framleiða það. En veitir menn, á Sample Sale-inu fann ég pilsið og gallinn á því, hann er kannski svolítið stór en mögulega eitthvað sem hægt að laga með saumavél. Klaufinn aftan á svona pínu rifinn upp. Pínu erfitt að laga þetta en persónulega mér eiginlega alveg sama þó það sé smá gatt. Þannig að ég get þá verið í pilsinu við toppinn. Next up. Ég elska blazera og ég var ógeðslega mikið að vona að það yrði einhver blazer þarna en ekki átti ég vona þessu. Ég fann gráa blazerinn þeirra í gallaða herberginu og það stóð að liturinn væri eitthvað off. En Magni af vinkonu mín var í pilsinu sem í sama lit og það var alveg eins. Þannig að ég fékk blazerinn á 200 sænskar. Næsta flík var líka eitthvað sem ég fór þarna inn með í huga að langa að finna. Af því að ég var búin að sjá þessa peysu ógeðslega oft og svona, mér fannst það ekkert eitthvað geggjuð þangað til ég sá vinkonu mína í henni og var bara. Þannig að þegar ég sá hana á Sample Sale-inu þá var ég ecstatic. Þetta er svona cable knit peysa. Hún er svona og hægt að renna henni, en rennilásin á henni er smá vesen, viðurkenni það. Og ef hún er rennd þá er hún svona. Hún er svona bandi hérna. Hún er svo fín. Það eina leiðilega er að ég keypti þetta allt í maí og það var svo gott veður að ég get eiginlega ekki farið í neina af þessu út. En hún er fáránlega flott og ég er svo happy með þetta. Það er 1 hlutur eftir. Síðasti hluturinn er kjóll sem að
þegar hann kom út þá var ég ekki alveg viss hvort mér finnst hann flottur eða ekki, en leið og ég sá hann á borðinu á samkvæmsseilinu þá var ég bara oh my lord, þetta sætasta efni ever. Þetta hjartalaga jarðarber. Hljómar mjög barnalega, but I love it. Það ekki að máta hann fyrir ykkur, af því ég búin að plana að leið og ég skila ritgerðinni minni þá ætla ég að klæða mig í þennan, fara í klippingu, mála mig and come back to life. Þannig já, þetta var allt sem ég keypti á samkvæmsseilinu. Þetta var nú ekki flókið að taka upp en tók mig samt 3 vikur. Þá þetta haul mitt loksins tilbúið og ég ætla að loka vloginu hér af því þetta the world's longest vlog og ég að vona að ég verði ekki copyrightið fyrir tónleikana, fingers crossed. En já, ég ætla að segja takk fyrir að horfa og ekki gleyma að like og subscribe. Vonandi verður næsta klippa sem þið sjáið að mér þegar ég skila mastersritgerðinni minni og þá verður þetta bara búið, mastersnám búið. Hvað næst, good lord. Allavega, förum ekki að pæla því núna. Sjáumst næsta sunnudag.